Gasbrenner. Cheesesteak, takk 1. Er ég að taka upp? Já, Hörðu, í dag, við skulum kannski bara byrja á, verið velkomin í Svoð. Í dag komið að hún upprunnin frá gyðingum í Póllandi. Elstu rit sem til eru þessa samloku síðan 1610 held ég. Þannig að þetta gamalt. New York búið að taka yfir að vera svona heimili þessa samloku og ég að tala beyglur. Ekki svona beyglu, heldur svona beyglu. Já, ég ætla að þetta búið til beyglu í dag. Hólan í miðjunni, ég var aðeins að lesa mig til beyglur. Það hefur ábyggilega verið til fyrir flutninga eða getur sett þetta upp á streng og jafnvel sett hálsinn á þér eða tekið alveg fullt af beyglum með þér. Já, það sem áhugavert við þetta líka það að ekki bara að hún sé kringlótt með gati í gegnum, heldur hún soðin sem skemmtilegt. Og við ætlum að byrja að búa til beyglu. Hvað í þessu? Ger, hveiti, salt og vatn. Brownie linesat, hýrst korels, mansat, heil linesat, sonnenblumenpitten og sesamsat. Þannig að það, og svo ég með svona poppy seed. Þetta það sama á rúnstykki. Já, og ég að gleyma þessu hérna líka. Þetta malt extrakt. Þetta í staðinn fyrir sykur. Ég geti sett sykur í staðinn en ég ætla að nota malt extrakt. Þetta hef ég aldrei gert áður. Sjáum til hvernig gengur. Ég held að þetta ætti ekki að vera svo erfitt. Byrjum á vatninu. 175 grömm stofuhita vatni. 177. Þetta verður fínt. 1,5 gramm af geri. Svona. 20 grömm af malt extrakt. Bara svo vitið, það var svona karmölulykt úr þessu. Það svo gott. 20 grömm. Fá til þess að blanda saman. 125 grömm af hveiti. Svo kemur meira hveiti í þetta á eftir, sko. Bara eitthvað svona. Klínfilm hérna yfir. Og þetta verður að geymast í svona 2 tíma. En hér svakalega heitt, þannig ég ætla að koma eftir 1 klukkutíma. En ég ætla að gera bara heitt tilbúið. Bara þurr efnin. Það eru 200 grömm hveiti. 6 grömm af salti. Já, það ekkert meira að segja. Það bara bíð í 2 klukkutíma. 1 til 2 klukkutíma. Jæja, þá þetta tilbúið. Já, sko, nú þetta orðið svona froða. Súr lyktur upp úr þessu, sem gott. Við þurfum núna traustu hrærivélinni okkar. Fer þetta bara hér. Krókinn. Krókurinn hér bara hvenær ég komin í Kaliforníu. Það hræri í þessu rólega. Skellum þessu út í bara svona eina skeið í einu. Þetta sem við erum að gera núna tekur svona 15 til 20 mínútur. Skiptum krók. Setjum þennan á hérna. Já, þetta mun betra. Sjáu deigið.
það er pínu blautt en ekki of, en plast yfir inn í kæli í 20 mínútur, bara þannig að það verður auðveldara að vinna með það á eftir. Komum við í kæli og hveiti hérna á borðið, þannig að 70 grömm ætla ég að hafa þetta. Herru, við fáum sér sett 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 út úr þessu. Það er ekki mikið verið það. Svo ætlum við bara að forma kúlur úr þessu. Það gerir ég bara með að gera svona inn. Alltaf að snúa, 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 snúa. Og svo bara, þegar þið finnið að þið eru búin að ná svona góðu taki á þessu, snúa henni við og lókið hérna hinum minn. Þá viðurkenni ég það alveg, ég er engin bakari. Meira plast yfir og núna látum við þetta inn í kæli aftur, 20 mínútur, aftur. Þannig að ég kvötta bara yfir í eftir 20 mínútur. Gónur úr kæli, 20 mínútur, svona. Það er að búa til hringinn, actually. Þá er bara snúa svo svona í hringi og svo bara klípa hérna niður. Þannig að þú kemst í gegn. Svona einhvern veginn. Og svo sjáum við náttúrulega bara til hvort þetta líti út eins og beyglur eða ekki. Svo bara eins og búið til tunnel í eyrun. Herru, nú það bara setja plast yfir aftur. En nú þarf þetta að prúfast í svona cirka 40 mínútur. Þannig að þetta er bara enn önnur biðin. Þetta er eiginlega það sem ég svona fíla ekki við baksturinn. En ég er tilbúin að reyna á þetta allavega. Þið hefur kannski séð að þetta hefur risið aðeins, en ég ætla að sjá hvort það sé búið að rísa nóg. Þetta er tilbúið, eins og sjáðu. Þá er mér bara lokið í dag. Þar er þetta bara að fara inn í kæli núna, bara yfir nótt, til þess að búa til bragð. Þá er hveitið og saltið og gerið allt að vinna saman alla nóttina og svo bara kem ég hérna í fyrramálið, byrja að skjóta aftur og hérna og svo sjáum við til hvort þetta verður gott eða vont. Góðan og blessaðan daginn. Klukkan ég er ekki með úrið á mér. Byrjum á því að heita vatnið sem við ætlum að nota. Hérna eru beyglunar eftir cirka nokkra tíma, eftir eina nótt. Ég ætla líka að hita upp úniofnin, af því að ég ætla að nota úniofnin sem að reyna, það ég veit ekki hvort ég nái því. Voðalega ger ég þetta erfitt fyrir mig. Við erum með svona sódagaur, bikronat sóda. Það fer hérna út í. Einn svona. Svo 2 skeiðar af maltsírapunu. Það er bara helling af þessum. Svona. Það er að vera 60 sekúndur á hvorri hlið. Því ég er mega spenntur yfir þessu. Eins og svo mörg öðru það sem ég geri. En já, að sjóðana, það gefur þetta þessi svona chewy, tyggjanlega textúr. Chewy texture.
Mér finnst eins og það eru orðnar svolítið flatar. Já, þetta er flatt, ég veit ekki með þetta, ég er skeptískur á þetta eins og staðan er. Það er fljót allavega, það er góð sviti. Herri, ég ætla að pröfa bara einu og einu í einu, þannig að ég nái allavega einni. Setjum smá semólínu hérna á spaðan. Þannig að tvær eru fyrstar. Svo á þetta bara að ná gullbrúnum lit og eitthvað skemmtilegt, sko. Spurning að færa fókusuna niður. Já. Það er að brenna þessi. Flott hérna undir. Já, kannski er úniofnin, þú veist, ég kann ekki almennilega á úniofnin ennþá. Ég er náttúrulega nýbúinn að fá hann. Ég held ég farið niður og kveiki ofnunum þar. Undrúi hefur þetta 220 gráður eitthvað, það er bara 200 gráður, það er að maður alltaf segja með 200 gráður finnst mér. 200 gráður, undir yfir þetta 14 mínútur, eða bara þannig að hún er svona, bara orðin brún allan hringinn. Hérna er þessi úr úniofninum. Undir er náttúrulega alveg fullkomið, sko. Þetta er alveg sko geggjað hérna undir. En það vantar smá hérna ofan á. Fræin eru pínu brennd. En allavega, þá ætla ég að setja þetta í hinn ofnin. Já, byrjum við. Setja þessar í heimilisofnin. Pröfum þessu eftir. Já, þá er þetta komið. Þetta er svona. Ég ætla að fara alveg klassísku leiðina. Það er ekkert að flækja hlutina. Ég ætla að setja þessi rjómaost. Það er bara, það þýðir ekkert annað. Nú á honum. Ok. Deigið er mjög gott. Þetta er svo gott. Ég myndi vilja hafa, aðeins þykkari. Þetta er aðeins svo þunnt. Aðeins meira fluff inn í. Það er geggjað. Svo getið þið hérna fylgst með næsta þriðjudag. Það er komið 3 hugmyndir. Og veist, 3 hugmyndir á beiglu eða fylgjast með næsta þriðjudag. Takk fyrir að fylgjast með þessu. Yes. Ég bjóð til beiglur. En já, takk fyrir mig. Like og share. Sjáumst í næstu viku á þriðjudegi. Hvað að setja ofan á beiglur? Shalom, segja það ekki? Já, beðið ykkur.